En næst seinasta leiðinum á þessari ráðstefnu, það samantekt á ráðstefnulok sem Ágúst Sigurðsson, forstöðumaður Lands og skógar og Hreinn Óskarsson, sviðsstjóri þjóðskóga og landa hjá Landi og skógum, halda höndum yfir. Gjörðu þið svo vel. Já, komið sæl, þetta búið að vera aldeilis stórkostlegt allt saman, frá upphafi og hér uppi til enda. Nú reynir á endinn. Nú reynir á endinn, já. Og við ætluðum að grípa hvor frammi fyrir hinum. Já, meinar. Var það ekki svona af og til? Jú, við erum sem sé, vorum okkur að falið þetta mikilvæga hlutverk að renna yfir þetta á bara mjög stuttum tíma, hvað við gerðum hérna. Það er mjög góður siður að vera með samantekt í lok ráðstefnunnar. Og við höfum þau verkaskipti að ég fylgdist mjög náið með og skrifaði hjá mér, hérna úr öllum erindum, og Hreinn gerði það líka. Og síðan eru verkaskiptin þá þannig að hann sér að segja hérna, það sem var, voru helstu niðurstöður í hverju máli fyrir sig, enda hann skógfræðingur. Og hann leiðréttir ef þörf er. Þannig að eins og þið munið, þá byrjuðu við á bæjarstjóranum og punktarnir sem ég tók þaðan var að Eyjafjörður var alrúinn skógarklæðum í byrjun 20. aldar. En núna vaxa grænir treflar og lungu allt. Það var einlega kjarninn, sko, hún var mjög hrifin af skógi. Síðan kom þessi hérna, og eina sem ég tók eftir hjá honum var að segja, þetta getur Ísland. Það var líka eina sem ég var með. Já, og líka það var í líf og fjör hjá Land og skógi, og það er rétt. Já. Hjóst eftir því. Já, hjóst eftir því, sko. Síðan er það Arnór. Það var nú mikið langloka eins og ég þekki það nafn. Nei, þetta var flott erindi Arnór. Og það, sko, mjög skemmtilegt að sjá allar þessar tölur aukna viðarauðlindir og við vitum á næstu árum verða tugir þúsunda rúmmetra af timbri tilbúin í skógunum. Þannig að það eru miklar áskoranir að finna út úr því. Og þá kom stórsöngvarinn næst, Páll, og hann fjallaði áskoranir í skipulagsmálum sem er svona eitt af stóru málum núna sem við höfum að eiga við. Það sveitarfélög eru mjög mismunandi í sínum kröfum kröfur varðandi minjaskráningu og í rauninni skilmála í aðalskipulagi og allt það. Og þannig að svona venjulegt alþýðu fólk í sumum sveitarfélögum bara hefur einfaldlega ekki efni á því að fara í skógrækt vegna þess að það þarf að greiða fyrir aðalskipulagsbreytingar, minjaskráningar og annað slíkt. En þetta var mjög fín yfirferð hjá Páli og ástæða til þess að rauninni, hvað ég vil segja, allavega að reyna að samræma þetta eitthvað á milli sveitarfélaga. Síðan komið Hrefna og kom með 2 gullnar setningar, minnum mig, að við verðum að velja réttu framtíðartrén og sinna þeim vel, þannig að við náum sem mestu verðmæti og svo var það með skógarumhirðun og fjárfestinguna. En svo var þetta líka einhver heimspeki sem ég skildi ekki þarna. Fjárfesting í framtíðinni. Fjárfesting í framtíðinni, já. Velja réttu trén. Þá kom hann Trausti með mjög loðið erindi sem vakti fólk til umhugsunar. Þetta var fínt hjá honum og hann var búinn að skrifa sjálfur inn í hennan fyrirlestur með skreppið í burtu hvað við værum heppin með að hafa hann sem skógaverð á Suður- og Vesturlandi. En við ákváðum að sýna ekki glærurnar eiginlega út af þessu. Við vissum ekki hvað hann var búinn að breyta miklu meira í viðbót, sko. En það var sem þetta aðgengi að skógunum, fínt yfirlit. Daði Már kom svo, sagði frá Heiðmerkur úttektinni á útivistargildi til dæmis. Þannig að þið munið eftir því, það var einfaldlega almesta verðmæti skóganna þar, var þetta útivistargildi, milljarða virði á ári. Svo kom Jón Geir og fór yfir auðlindastýringu og einmitt mikilvægi skógstjórnar og við tölum svo eftir erindi við hann og útskýrðum hvert við varum komin í þessu og Úlfur kom svo seinna daginn og fjallaði þetta, akkurat FSC-vottun og reyndi að útskýra fyrir okkur kröfusettinn og þetta regluverk allt og staðlana sem við þurfum að fara að vinna í. Á undan Úlfi var hann Erling Bergsager sem það kom svona pínu hrollur þegar hann byrjaði því að þetta var kannski ekki uppáhaldsfögin minn í skóla, skattaprósentur og erfðafjárskattur og allt þetta. En þá kveiknaði á perunni og mér nefnilega. Ég nefnilega sá að gera skattframtöl fyrir fólk einu sinni. Já.
Já, þetta var allavega flott að fá einsýn í þessa sjóði sem þeir eru með. Ég veit ekki hvort þetta virkar á Íslandi að geyma peninga fólks til lengri tíma þess að fá okkur að vexti. Ég víst að sé í sama hugsun hjá okkur, svona langtíma hugsun og leggja til hliðar og eitthvað svona. En þetta stórkostlegt að sjá hvernig þetta getur til dæmis nýst við kynslóðaskipti. Já, algjörlega. Misjafnt með Norðurlandana hvernig það virkar, eins og þið sáuð, ef þið hafið tekið eftir því. Síðan kom hann Þorlákur Axel frá Háskólanum hérna á Akureyri og sagði frá PISA-könnunum og kjarninn í því var að börn eru heimskari af því að þau fá ekki nóga náttúrufræðikennslu. Já, þetta var nú seinni part dags sem að þetta var. Nei, hann vildi allan meina það. Það væri hægt að auka skógartengt nám og það hefði góð áhrif á í rauninni bara þekkingu barna almennt. Akkurat. Og við þurfum að gera eitthvað í þessu. Hann benti á það, sko, við verðum, hvernig stendur á því að börnin okkar standa svona vera vígi heldur en bara hérna kringum okkur, nákvæmlega lönd. Hann getur bara ekki verið að sé þessi munur á þessu. Já. Þannig að það þarf að rannsaka þetta betur. Hann benti nú í hádeginu hérna á aðra skýringu, Sigurður, verðlaunahafi okkar hérna, Arnarsson. En við skulum ekkert fara nánar út í það. En það var ekkert, þetta var bara mjög fræðilegt, ég held ekki, það er bara langt máls ekki. En sem sagt, síðan kom hann Samson, sagði frá Blæjarspinni núna í morgun og fundarstöðunum og hvernig væri verið að fjölga klónum. Þannig að fínt erindi Kristín Sveiney sagði okkur frá Aspaglittunni sem skelfilegt kvikindi og að éta víði og blæjösp, líklega, allan hafa Aðalsteinn áhyggjur af því. En það var flott hvernig sú rannsókn, einföld og þægileg stúdía sem að skilaði mjög skýrum niðurstöðum. Kári kom með Douglas-grenið og allar þessi áskoranir við ræktum deglis, en það er náttúrulega bara tengist svo erindin sem kom þarna eftir hádegi með varanlega skógarþekju og reyna að nýta þá skóga til að koma upp þessum erfiðari tegundum eins og eik og beiki og Douglas og fleiri tegundum. En það er sem sagt kvæminn úr meira en 800 metra hæð þarna í Bresku Kólumbíu sem getur mögulega nýst hérna. Þröstur kom og talaði seglu skógar, ég verð að viðurkenna að steinsofnaði ekki Þröstur örugglega farinn. Þetta var fínasta erindi hjá honum og ég held að kjarninn hafi verið að við þyrftum bara stóra skóga, betri efni við og rannsóknir. Já, og íslensku birkiskógur er segur. Já, við vitum það. Já. Í samanbóri við barskóginn eða það sem er ræktaða skóg. Þetta er náttúrulega ótrúlega hvernig að lifið af allavega, það má kalla það seglu að tóra öll þessi ár með þessa nýtingu. Síðan kom Rebecca Becky og talaði afleiðingar skógarelds í Heiðmörk og hvernig við getum dregið úr eldhættu og allt þetta, minkað undirgróður og þetta endaði í hádegisspjalli við nýja formann bændasamtakana að þetta er náttúrulega bara framtíðin og við förum bara að hugsa út í þetta og fara að beita þessa skógar þegar þeir eru komin upp í ákveðna hæð. Draga úr eldhættu þannig, en það er einfaldlega bara meiri undirgróður og það eykur skógar eldahættu. Þetta er bara alvöru valkostur. Já. Síðan kom Lucy og talaði um endurnýjun skóga, mjög flott erindi hvernig hvaða möguleika við höfum á því að vera með varanlega skógarþekju og það er eitthvað sem við þurfum verulega að fara að skoða. Það eru óbáslega margir kostir við það, en þetta þarf bara að vinna þetta rétt og nota réttu tegundirnar. Við vitum að háir skógar fjúka koll á Íslandi af því að þeir eru nú yfirleitt litlir, en þeir eru kannski konum með stærri samfelldari svæði, þá er þetta örugglega góður möguleiki. Hvað kallast þetta upp á íslensku, þetta sem hún var að lýsa, þessi aðferð við skógrækt? Orðanefndin. Já. Bland. Síþekju skógrækt. Bjarni Diðrik. Já. Ok. Þetta sem snýst að höggva ekki alveg skógan og planta nýjum heldur að láta það vera sífellt að standa í sífellu. Það er búið að setja orðanefnd hjá Skógfræðingafélagi Íslands og þetta verður klárlega eitthvað sem það er margorð í gangi, þetta er svo nýtt. Já. Mjög gott. Og aðgengi skóganna var nefnt aftur og aftur og Jóhanna kom og kynnti námskeiðið vegalagninguna, sem munið, það er fullt á það námskeið. Síðan komu fullt af veggspjöldum sem við nennum ekki að fara yfir. En þau voru mjög góð. Mjög áhugavert, mörg hver. Takk fyrir þau og góða kynningu.
Síðan kom Bjarki hérna og fjallaði timburflutninga. Hann náttúrulega líklega alreyndasti maðurinn í timburflutningum á Íslandi og þetta var fínt erindi hjá honum. Frumkvöðull í úrvinnslu eins og þið vitið á timbri með rosalegar hugmyndir að auka í það. Brynhildur mætti hérna með Albedo stúdíuna, þeirra Bjarna og fleiri. Þannig að græðum Ísland aftur hérna, er það ekki? Þá minnkar útgeislunin. Gústaf með kolefnisbindinguna, nýtti niður blessað birkið. Nei, þetta var að fínt hjá þess. Þetta var bara rauntölur og við vitum þetta á suðvesturhorninu, þar sem að birkið er nú ekki að gera kannski bestu hlutina, eins og Arnór bent á. Og svo kom Bjarni prófessor og hérna með flotta stúdíu hérna með metanið, algjör óþarf að rifja það upp. Þannig að þetta er sem sagt bölvað vesen að vera í skógrækt. Það er alls konar vandamál að koma upp eins og þið sjáið. Það er sem sagt skógareldahætta, pöddur og fleiri tegundir riðsveppa sem eru að koma í trén. Það er að fara að stúdera þetta allt og gera DNA-greiningar á pöddum og lífverum í jarðvegi og hérna. Síðan alltaf þarf að fara að votta hlutina. Það þurftu ekki, það var engin skógur í Íslandi. FSC-vottunin og allt þetta, það þarf að fara að skipuleggja þetta miklu betur, það er alveg tómt vesen. Og síðan þarf að koma timburinn út úr skógunum. Þannig að þetta er rosalega mörgu verkefni sem þarf að fara í. Og þess vegna erum við með þessa ráðstefnu að leysa úr þessu öllu. Þannig að þetta er svona lúxusvandamál og kannski merkjum að við erum með, að breytast í litla skógarþjóð. Og þarna var Trausti búinn að bæta við ykkur fleiru. Textan. Sem við förum ekki nánar út í. Ekki tala það hér. Þannig að ég held að þetta sé bara, ekki þakka fyrir frábæra ráðstefnu og hérna ótrúlega fín erindi. Flott uppsetning á þessu hjá okkur. Fyrir Norrlendinga, takk. Síðan ég hérna með örfá orð svona til svona alveg í restina. Ég fæ sem sé að vera með það. Og þakka hérna Hreini fyrir mjög hérna góða samantekt finnst mér. Ég vildi bæta því þó við að því maður er einhvern veginn í svo góðu skapi eftir þetta allt saman þessa 2 daga yndislegu og maður er svo glaður að hérna síðasta kommenti mitt var sem sé við erindi Bjarnar Diðriks og nú er komin skýringin á þessari gleði hjá skógræktarfólki. Það er hláturgasið sem að það er hláturgasið. Það er sem sé losun en ekki binding í skógum. En þetta var ekki lesið yfir á skógfræðingnum, ég tek það fram. Já, þessi ráðstefna, hún hefur svo sannarlega verið algjörlega frábær á mínu viti og til fyrirmyndar að hittast með þessum hætti, fræða fólk, félagasamtökin, skógarbændur og áhuga fólk skógrækt og skóga. Það er bara eins og ég nefndi hérna í upphafi í gær að þetta finnst mér til mikillar fyrirmyndar til að ræða þetta sameiginlega áhugamál og þessa sameiginlegu atvinnugrein og sameiginlega viðfangsefni. Og skógrækt og skógfræði í víðum skilningi þess. Og þannig að samkoman hefur heppnast frábærlega að þessu sinni rétt eins og ævinlega hefur verið frá því að þetta fór á stað fyrir hvað? 23 árum, segir Brynjar. Og eitt er víst að við munum hittast á ný og ræða skógrækt og skóga og fræðast og njóta góðra samveru eins og hefur verið undanfarin 23 ár í þessum á þessum samkomum. Ekki búið að ákveða hvar eða hvenar, en nefndin hefur tekið til starfa. Það var reiknað með að yrði veðurtepping í dag, en það verður trúlega ekki, sem er reyndar ágætt líka, þannig að nefndin fer yfir þetta mjög fljótlega og það koma þá upplýsingar það, hvernig það verður. En ég vil nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa komið hér og flutt fyrirlestra og öðrum sem hafa staðið að þessum fyrirlestrum, því það er mjög margt fólk sem þetta stendur á bak við þetta, þó að fyrirlesararnir fái aðalhlutverkið að kynna niðurstöðurnar.
eða það sem umræðir. Og ég vil einnig þakka öllum fundastjórum sem hér hafa staðið sem með stakri prýði við að halda tímamörk og hafa skipulag á hlutunum. Og þá vil ég þakka undirbúningsnefndinni sem að skipulagði þetta allt saman í rútuferð hérna á leiðinni frá Ísafirði og það hefur tekist með aldeilis með ágætum. Og síðan viljum við passa að nefna það líka að þakka fyrir góða aðstöðu hér á Akureyri, hér í Hofi og þakka fyrir góðan viðurgjörning hér á hótelum og í gisti hérna aðstöðu og gaman að heimsækja Akureyri eins og ævinlega fyrir þá sem ekki þegar hér búa bara. Þeir auðvitað vita þetta best. Nú við viljum þakka styrktaraðilunum, það má ekki gleyma þeim og þeir eru hér, Tandrabretti, Vorverk, Skógræktarfélag Eyfirðinga, Funi, Garðheimar, Ölgerðin, MHG Verslun, Skógarafurðir, Harðskafi og Akureyrarbær. Ef við ekki að klappa fyrir þessum frábæru styrktaraðilum okkar. Þeir eru nauðsynlegir, því þetta allt saman þarf þetta nú að ganga upp. Og síðan vil ég auðvitað þakka gestum sem að hér hafa verið og ykkur öllum, þeir sem tóku þátt í viðburðinum og spurðu spurninga. Og við þökkum að sjálfsögðu líka fjölskyldunni í Sólskógum fyrir að taka á móti ykkur í gær. Það var stórkostlegt að koma þar og sjá hvílík stórhugur og hvernig menn standa þar að verkum. Og algjörlega nýjum hætti fyrir mér í það minnsta. Ég hef ekki séð svona áður og mörg okkar voru alveg hreint uppveðruð yfir því hvað þarna er á ferðinni við að framleiða skógaplöntur fyrir okkur Íslendinga. Nú síðan vil ég líka nefna húshljómsveit Lands og skógar sem stóð sig með afbrigðum vel í gærkvöldi og hver veit nema hún fór bara nýtt nafn á næsta ári, ég veit bara ekki hvað. Þetta var stórkostlega skemmtilegt hjá okkur og hljómsveitin og þeir sem stóðu að skemmtanastjórn í gærkvöldi áttu heiðurskilið fyrir það. Að því sögðu segi ég bara takk fyrir þessa daga og fagráðstefnu í skógrækt 2024 er hér með lokið.